Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Bardagaíþróttir hafa notið vaxandi vinsælda á Íslandi á síðustu árum og Norðurland þar engin undantekning. Í Fenri á Akureyri starfrækt stærsta bardagaíþróttastöð utan höfuðborgarsvæðisins, en það ræfa reglulega á annað 100 iðkendur, allt frá 6 ára börnum upp í fólkum 50. Hjá Fenri boðið upp á hinar ýmsu bardagaíþróttir, nefaleika, brasilískt jiu-jitsu, kickbox og fenrishreysti. Við kíktum á æfingu hjá Fenri og fengum aðeins að fræðast starfið. Brasilískt jiu-jitsu, eins og við sjáum kannski í bakgrunnum, þetta svona líkar og tengdara judo fyrir fólk að skilja. Þetta uppgjafaglíma með lásum og hengingum og svona fellubröðum. Boxi náttúrulega bara klassíkin kíleikurinn í spað og undan hinum. Kickbox mjög svipað, það var bara sparkar í hann líka. Og eins og ég sagði með hreistið, þetta bara fjöllutímar. Það bara svona eins og, ræktartímar eða svona þóltímar? Já, byggnis. Þú þarft ekki að vera að lemja eða vera lamið hérna? Nei, alls ekki Og ekki eins og boxtímon þýðinleitt, bara fyrir fólk að skilja. Þetta allt unnið á púðum og tækni æfingar mest megnis. Hvernig svona, Fenrir, hver svona sagan, hvaðan kemur þetta? Ég byrjaði fyrir eitthvað svona 10 árum, ég flutt til Akureyrar. Var bara að fikta við þetta upp í júdósal í Káa, var að æfa júdó, leiði flutt til Akureyrar. Byrjaði bara svona í kring mig með æfingafélögunum þar að glíma. Það var það sem byrjaði á Íslandi þá og sem Mjölni var að byrja á svipuðum tíma þá í Reykjavík. Við þekkti strákana þá. Svo bara þróaðist það hægt og rólega, bara fleiri fóru að mæta og fólk voru að hafa meira gaman að þessu, byrjaði að koma mót, byrjaði að pröfa að keppa og svo bara rúlaði þetta áfram. Vinsældir bardagaíþrótta hafa aukist mikið síðustu ár og segir Ingþór að góður árangur Gunnars Nelsson í alþjóðlegum MMA-bardögum hafi átt sinn þátt í því. Og alltaf eins og það kemur eitthvað svona umfjöllun Gunna í fréttunum eða hann er að fara að keppa eitthvað svipað, þá finnum alveg titringi líka hérna heima á Akureyri. Fólk að fylgjast með, fólk hefur áhuga á þessu og vil taka þátt í þessu gegnum okkur líka. En svona skilningur í samfélaginu, hvernig finnst þér hann vera? Mér finnst það bara mjög réttlátur. Þetta náttúrulega, að keppa í þessu náttúrulega mjög brúta. Þetta náttúrulega jaðarsport upp á það að gera. En mér finnst svolítið ósækjöld meðfinningur að æfa þetta svolítið öðruvísi. 95%, bara segjum 100 iðkendum, þá kannski 2 sem keppa. Restin bara að læra eitthvað nýtt, hafa gaman, æfa sig, engin meiðist á æfingum, þetta bara tækniæfingar. Þú kemst í form að þessu. Það þessi umræða hefur verið mikið svo sem í gangi í kringum þetta, hvort þetta sé hættulegra en aðrar íþróttir og slíkt. Hvað segir þú það? Já, mér vissulega hættulegri. En þetta alltaf gert að þú sem sjálfsög vilja að keppa í þessu. Engin neittur til að keppa. Æfingarnar eru mjög vel settar upp. Ég held að enginn slæst á æfingarnar. Það engin kildur í andlitið að sparra eða svona boxa, svona keppnisboxa. Þetta bara lokaður hópur fyrir mjög langt komna. Hversu margir hérna til dæmis að æfa MMA eða blandaðar bardagaíþróttir? Það rauninni engin, því að blandaðar bardagaíþróttir bara keppnisform af þessum greinum að glíma í gólfinu, glíma standardi, að slást með hnefunum. Og fólk bara að æfa þessa greina út af fyrir sig. Og það rauninni engin að æfa MMA, þú getur keppt í MMA. Fyrir hverja þetta? Þetta eiginlega fyrir næstu í alla. Einu típurnar sem þetta hentar ekki fyndið að segja að það eru götuslagsmálahundarnir. Þeir bara einfaldlega tolla ekki hérna, sama hvað reyna. Hefurðu fengið margar svoleiðis? Þeir hafa komið, við höfum vísað frá einhverjum og svo hafa einhverjum komið, þeir að leita ykkur allt öðru við bjóðum upp á og þeir einfaldlega bara, þetta bara allt annað þeir að leita á. Og þetta eiginlega bara fyrir fólk sem að sækjast miklu meira í svona listrænu hliðina af þessu eða útrás eða líkamsrækt eða hreyfingu. Þetta bara fyrir venjulegt fólk. Hvernig byrjaði þú að æfa hérna? Ég byrjaði að æfa í byrjun 2016. Ég sá auðlýst fitnessbox-námskeið og fannst það áhugavert og hefur alltaf langað að prófa, þannig að ég ákvað að skrá mig og fór beint inn í bardagahreynslan líka. Og bara æfingarnar voru góðar og krefjandi og ég var í crossfit fyrir, þannig að það var gaman að blanda þessu saman. Svo komst ég að því að vera að glíma í næsta sal og horfði þar aðdáandi augum lengi. Lengi, 2 mánuði eða svo. Þangað til ég keypti mig galla og byrjaði að glíma í jiu-jitsu. Fannst það bara æðislega skemmtilegt. Svo kom sumarið og
þá byrjaði handboltaundirbúningur, þannig að gaf þessu smá pásu. Hann var byrjuð að boxa, fór í þjálfun til Daða hérna. Daði er svona algjör meistari og heldur manni við efnið. Og síðan þá hef ég verið hérna, svo oft og ég get. Það eru náttúrulega margar en nokkrar mismunandi í rauninni íþróttir sem eru æfðar hérna. Er fólk mikið að fara svona á milli íþrótta eða svoleiðis? Prófa allt? Já, ég held að sé svona fyrst. Byrja kannski bardagahristanum, það er bara svona bjöllutímar og þrektímar. Það eru mjög kræfandi og skemmtilegir. Góðu þjálfarar þar og svona mikill andi í tímanum. Og svo einhvern veginn farið að horfa aðeins lengra og dásta hinum sem eru komnir aðeins lengra. Og þá svona setjum maður sér markmið að mann langi að vera með. Hversu lengi er maður að ná svona grunntækninni eins og í boxinu? Ég held að það sé rosalega misjafnt. Maður þarf að leggja sig mikið fram, sérstaklega við fótavinnuna. Ég held til dæmis að þetta væri auðveldara. Ég er fljótari að ná þessu. Þannig að ég hef oft átt hérna dramatísk moment að vera ekki alveg að ná þessu. En ég held að tekur nokkra mánuði að setja sig inn í þetta og svo finnur maður fyrir bætingum. Og þá einhvern veginn eykst svona smá sjálfstöðu, hægt og rólega. Hvenær byrjaði þú að æfa í Fenri? Þetta er 2 ár síðan. Félaginn minn byrjaði hérna og ég var, þetta var staðsett niður í kraftlyftingafélaginu sem ég hafði æft í áður. Og það er eitthvað við þetta sport, bæði í jiu-jitsu og boxi sem heillaði mig mikið. Hvað heldur það að sé? Þetta er náttúrulega bara ákveðin útrás út að vera í sig sko. Og ég veit það ekki, maður losar ýmsar hömlur hérna inni, en samt á jákvæðan hátt. Það er dálítið skrítið að fara og bara tuttast með einhverjum í 1,5 tíma kannski. En þetta er bara eitthvað sem að losa mikið út og gaman. Nú hefurðu bakgrunn úr öðrum íþróttum líka. Er eitthvað öðruvísi að gíra sig fyrir æfingu eða keppni í þessari íþróttum öðrum? Já, það er öðruvísi að keppa í þessu heldur en kannski eins og hópíþróttum finnst mér. Það er svona, ég tek svona mest út úr þessu að eins og þegar ég fór að keppa í jiu-jitsu kannski, að þá er það bara ég, einn með sjálfum mér og ég treysti ekki á neitt annan. Ég þarf ekki að setja á bekknum, ég fæ bara minn tíma, ég get farið á grím. Og þá er það bara eiginlega ég og andstæðingurinn sko. Þannig að það er það sem ég finnst mest öðruvísi. Þetta er náttúrulega kannski aðeins öðruvísi að fara inn á glímu keppnisvöll og verður að fara að glíma þig, skiljið þið. Það er meira adrenalín og öðruvísi sem maður undirbýr sig fyrir það sko. Þannig maður þarf að læra inn á þetta og vera rólegur og svona. Og fyrir þá sem vilja prófa þetta, hvernig á fólk að snúma sér? Herri, við erum búin að breyta öllu fyrirkomulaginu hjá okkur núna. Við erum bara með að opna grunntíma í hnefaleikum og jiu-jitsu hjá okkur í stundaskráni. Og nú getur fólk bara að byrja hvenær sem er og komið inn á götuna. Það er ekki að fylgja með grunnnámskeiðum, það getur komið inn sem hvenær sem er, pröfa tíma hjá okkur. Þá er það bara í svona grunntímum fyrir byrjendur. Allir velkomnir. Allir velkomnir, nema hundarnir. 4 right, 2 left, 2 right, then 1 each. Left, right. Start and land on the balls of the feet. Left foot. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.